Já, komið margblessa og sæl, kæru hlustendur og eða áhörnundur. Nú erum maður farin að nudda saman höndum og hvaðina við Boltavísin þetta stúthullu þáttur af alls konar og engu og sérstaklega með Kristjáni. Blessa og sæl, Kristján. Já, góðan og blessaðan daginn. Hvernig hefur það, kallið minn? Bara fínt, maður, bara fínt. Þessi þáttur náttúrulega aðalega tilhangaður HM. Við ætlum að renna yfir úrslit úr 8 liða úrslitunum og spá í 4 liða úrslitin, en það skeiði ýmislegt og margt fyrir liðin á leiðinni í 4 liða úrslitinu. Við ætlum að renna yfir það allt saman og svona samsæriskenningar með sumt sem Kristján þykist hafa öll svör við, og ég ætla að krefja nú svör við þessu. Halleluja. Já, þú myndi ég líka taka mig sopa, ég sem að gera líka bara. Já, maður hermi eftir. Jú, þetta verður allavega áhugavert aðeins að ræða þetta. Við þurfum að ræða þetta. Það er nefnilega málið, það þarf að ræða þetta. Það þarf að ræða þessi mál. Nú, svo náttúrulega verður þú með mjög skemmtilegan lið sem að ég mun kynna inn og eftir, en gefa smá hint. Þetta vítaspyrnur á HM. Segi ekki mér það. Má ekki spoila öllu, sko. Nákvæmlega. En ég vil ekki bara fara að renna yfir þetta svona sjálfsögðu slúðrið. Sko. Að sjálfsögðu. Það þarf að fá að fylgja með, sko. En já, við skulum bara fara að byrja þetta, Kristján. Og Frakkland mætti Marokkó á fimmtudaginn í 8 liða úrslitum. Þessi leikur, þetta var kannski ekki beint í hættu neitt fyrir Frakkana þannig. Þeir voru alveg að skapa sér meira og alltaf Frakkar vinna þennan leik 2-0 þótt að Kylian Mbappé klúra víti snemma leiks. En Mbappé bara ótrúlega flottur í þessu leik. Marokkó, þeir voru meiri í því svona að verjast og kannski beitt einhvers konar skyndisóknum. Jú, og veist, það var náttúrulega áberandi plani hjá þeim, en á sama tíma fannst mér líka bara var áberandi að Frakkar voru með þetta allan tíman frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu. Þetta var einhvern veginn bara svona innstefna og augljóst frá upphafi til enda. Já. Það eiginlega, þetta svona leynileikur sem að raun og veru eiginlega, maður getur ekki þannig tuðað yfir hún. Nákvæmlega. Frakkarnir bara sanngjarnt. En lélegt víti. Já, eins og mörg á HM. Þetta var mjög lélegt víti hjá Mbappé en hann bætir upp við það, hann bæði skorar og á svo stóðsendingu. Og þess að Kylian Mbappé og Dembele sem skora mörkin í þessu leik, og Frakkar vinna Marokkó 2-0 og eru komnir áfram í 4 liða úrslitin. Þá förum við í næsta leik sem að má ræða. Það Spánn-Belgar. Þessi leikur fór fram á föstudaginn. Spánverjarnir þeir komast yfir og Ketelaere hjá Belgum sjóðheitur, hann jafnar. Og Spánverjar þeir skora sigurmarkið á 88. mínútu. Það átti ýmislegt eftir að skea þess áður en þeir jafna, en það náttúrulega eins og kannski flesti myndi gera ráð fyrir. Spánverjar þeir höfðu aðeins yfirhöndar. Þeir voru náttúrulega meiri með boltann og voru að reyna svona að skapa sér færi og bjuggu til miklu meiri færi heldur en Belgar, en margir talum og meiri sé held ég bara ég líka á 71. mínútu þá neyðast Belgar til að gera breytingu á markvörðunum. Thibaut Courtois fyrir meiddur á velli og innan kemur Lammens, þessi markvörður sem við erum búin að hrósa alveg í hástert hjá Manchester United. Hann sem kemur inn á, þetta risa svið, kemur inn á bara nauðugu viljur, hann varamarkvörður. Greinilega ekki tilbúin eða eitthvað, því að
Þetta var klaufalegt af honum, missa bolta svona frá sér sem verður til þess að Spánverjar skora sigurmarkið. Eða hvað finnst þér? Já, mér finnst svolítið grimmt að skella skuldin á hann því að ég vil meina það að varnarvinnan þarna á undan var upphafið af þessu öllu sem varði í raun til þess að Lammense settur þessu stöðu. Að sama tíma get ég alveg sagt það að mér finnst að Lammense hefði átt að gera betur og hann veit það sjálfur. En þegar öll á botnin kvalt þá fannst mér Belgarinn veru komið á óvart. Þeir voru bara virkilega góðir í þessum leik að mörgu leyti, stóðu í Spánverjum og heilt yfir vil ég meina það að þessi leikur var bara mjög skemmtilegur. En ef ekki segja það að þetta voru sanngjarn úrslit endan. Jú, í endanum voru þetta sanngjarn úrslit en þetta samt maður skilur alveg, þú veist, sárt fyrir Belgan eins og þú sagði, þeir komið hann á óvart og voru bara góðir. Já, þeir voru bara góðir og við getum alveg líka bara svo sem alveg farið bara út í, ef þetta maður skoða bara þetta með bara þessa innáskiptingar sem að áttu sér stað í þessum leik. Já. Þá fannst mér heilt yfir Belgarnir gera það ágætlega en mér fannst ég sjá að það svona dró svolítið af þeim þarna undir lokinn en eins og ég sagði áðan Spánverjarnir voru betri, þeir voru meira með boltan, þeir voru öruggari í sínum aðgerðum. Mér langar samt að nefna eitt. Lamine Yamal var valinn maður leiksins eftir leik og það eitthvað sem ég skil ekki. Á köflum var hann horfinn, hann átti ótrúlega fjölda af bara lélegum sendingum, hann var góður á köflum en hann skulle vera valinn maður leiksins, það eitthvað sem ég ekki sammála. Nei, ég get alveg tekið svo sem undir hann nefnilega með þér. Þarna svona að spyrja maður sig, það bara þannig heitir þetta? Að þetta hann? Það þess að sér nefnit og ég vil meina það að sko Spánverjar mörguleiti betri leik, mér fannst Rodri raun og veru betri og jafnvel Ketelire en já, þetta er bara nafnið. Sko, já, Courtois náttúrulega átti frábæra vörslur í þessum leik og það munar rosalega fyrir Belga þegar þeir eru með bara eitt besta markvörð í heimi í rammanum sem meiðist. Já, að sjálfsögðu er það skellur þegar hann fer út af mitt. Og sko, bara við skulum alveg gefa það að Lammense er náttúrulega ekki Courtois. Sko. Nei, víst, við erum líka að tala, við erum að bera saman epli og appelsínu. Já, við erum að tala dreng sem er raun og verið að hefja sinn feril á stóra sviðinu, Lammense, versus dreng sem er búin að vera sko endalaust. Það er hann búin að vera mörg sko ár á toppnum. Þau eru all mörg. Nákvæmlega, þannig að veist, það er rosalega erfitt og mér finnst það svo ósanngjarnt að segja Lammense að kenna. Já, en sko hann veit að Lammense að hann átti að gera betur. Að sjálfsögðu veit hann það. Já. En varnarmennir, þeir áttu sjálfsögðu að fylgja með inn og allt það sko. En og hugsanlega síðast í landsleikur Courtois. Já, hugsanlega. Eins og nokkra sem er að spila á þessu HM-i. Já. HM-i, segi ég það ekki það? Jú, segi það bara. En já, Spánverjarnir, þeir eru komnir áfram í fjögra liða úrslitin og sem þýðir það að í þessu liðring þá er það annars vegar Frakkar og hins vegar Spánverjar sem að munu mætast. Þá skulum við fara í hinn liðin og byrjum á stóruleiknum Noregur England og þetta var alveg hörku skemmtilegu leikur. Já. Og Noregur þeir komast yfir því. Þetta var ótrúlegt mark, fyrsta markið sem Noregur skorar. Bara glæsilegt mark. Vá, hvað þetta var frábært. Ég held að þetta hafi komið honum svolítið á óvart. Já, ég held það líka sko. En mikið var hann flottir í leiknum og ég persónulega hefði viljað sjá hann vera lengur inn á vellinum. En frábært mark af drengnum, algjörlega stórkostlegt.
Já. Svo jafna Englendingar á 42. mínútu og þetta jöfnunamark hefur verið dálítið umdeilt. Já, vægtalóri tekið. Virðist vera og eins og hvað ekki, útspark frá Nýland, markverði hjá Noregi, fer í vír á myndavél sem er yfir vellinum. Þannig að boltinn dettur niður fyrr sem verður til þess að já, Englendingar ná boltanum framar og skora. Hvað segir þú um þetta? Já, sko. Þetta er reglugerð, Kristján minn, það er til reglugerð. Það er til reglugerð í þessu eins og gagnvart öllu öðru í fótbolta. Já. Nú, ég ætla bara að byrja að segja það að það voru viðbrögð frá sko mörgum leikmönnum Noregs. Það voru klárlega viðbrögð frá bekknum strax og mér fannst það sérstakt að þetta var ekki einu sinni skoðað og ástæðan fyrir því að þetta var ekki skoðað að það var einfaldlega vegna þess að þeir vildi meina það að sagt, í boltanum er þessi HM tækni, Connected Ball Technology, það sem er hreyfiskynjari og sem mælir högg eða snertingu eða eins og þeir kallaði sjálfur hjartslátt. Nú, þeir eru með línurit gagnvart þessu þegar leikmenn snerta boltan, þá kemur svona haka upp í línurit. Eins og einum leik sem við fórum yfir. Akkurat. Nú í þessu tilfelli þá vildu þeir meina, ef FIFA hreinlega gaf út yfirlýsingu eftir leikinn, að línuritir hreyfðist ekkert. Á sama tíma er það þannig, það var augljóst að boltinn dettur niður dauður raunveru út frá, hann fer út af hreyfilínu sinni, ef við getum sagt það, og þar leiðandi hefðu þeir átt að skoða þetta betur og meira. Nú, það sem er í þessu er að við erum að tala um það að það eru til dæmis fyrrum dómarar sem að hafa kallað eftir því að þetta væri hreinlega rangt hjá þeim og þeir áttu klárlega að skoða þetta meira og betur. Við erum með ofboðslega mikla tækni í gangi. Við erum með það sem að allar þessar myndavélar og þetta er nú eitt af því sem að var fyrir boltanum. Það er að segja að þetta kallast Spider-Cam sem eru á þessum vírum allan völl. Og boltinn fer í einn af þessum vírum og dettur það niður. Nú það sem að reglugerðin segir að ef boltinn snertir loftbúnað eða víra fyrir ofan völl eða annan hlut sem ekki viðkemur leik að dómarinn strax að stöðva leikinn. Nú hvernig á að ræsa leikinn aftur? Leikurinn hefist aftur með dómarakasti eða það sem kallast drop ball á þeim stað þar sem boltinn breytti síðastum stefnu eða beint fyrir neðan atvikið þessu tilfelli. Nú hlutur var þar sem að þetta atvik átti stað í sömu sóknum markið var skorað, það hefði verið með fullt leyfi samkvæmt reglugerðinni að skoða þetta í þaula og dæma þar alveg markið af og skipa af samanskapi dómarakast. Nú, það sem að hins vegar gerist til það er það að VAR skoðaði þetta aldrei út frá línuriti og við þurfum bara að spyrja okkur þá, er nóg að horfa bara til þess að vera með línurit út frá flögu í bolta? Ég leyfi mér út frá þessu bara að þeim mér finnst þetta svo augljóst. Ég er búin að sjá gríðarlega mörg sjónarhorn, gríðarlega mörg vídeó af þessu. Mér finnst hann augljóslega breyta stefnu og þar lendi tel ég að við verðum að vera með þetta mannlega sjónarhorn á þessu sem að segja það var eitthvað skrítið við þetta, við verðum að skoða. Við getum ekki treyst 100% á tæknina og enda sagan búin að sýna okkur það varðandi VAR. Sko Sorga, ég bara spyr, boltinn er þar hátt uppi, nær sendirinn þar, þessi snertingar sendir? Þetta er góður punktur og ég velti einmitt nákvæmlega þessu fyrir mér.
er í raun og veru skynjari nægilega sterkur til þess að vera þar. Já, það er svo bara Og- Wi-Fi, lélegt Wi-Fi, sko. Akkurat. Spyr svo Ég- sem ekki veit af þessu. Já, sko, sem dómari, ef að dómari sér þetta ekki, þá verður hann að treysta á VAR. En dómarinn, þetta sást. Þetta sást, en dómarinn sem slíkur, hans raun og veru segist ekkert að sé neitt að þessu. En það sem hann gerir og margir dómarar gerir í dag, þeir treysta 100% á VAR. Það er alveg saman hvað þeir halda eða finnast eða hvað þeirna. Þeir treysta bara VAR mun segja mér þetta hvað sem er. Þetta er, að mínu viti, karma, klúður, sem að verður eitt af umtölustu atvikum á þessu móti. Og ég velti bara fyrir mér, getur það verið að þegar kemur að stórleikjum að það sé verið að horfa til þess að frekar að fá stærra liði áfram, að það hefði haft áhrif? Við förum yfir það svoleiðis laga líka á eftir, kallið minn. Já. En sko, stórstjarna Noregs sást nú ekki mikið í þessu leik, hann Holland. Nei. Hann var alveg í ágætis gæslu. En sko Noregur, þeir skora mark númer 2. Þeir skora það en hérna á hvað 50. og 50, 60. mínútu eitthvað svo leiðis. Og hérna það mark er dæmt af og út á brot inn í teig á Holland. Og endur taka sér hotspyrnu sem að var verið að taka. Hvað finnst þér þetta? Ég er alveg með mína skoðun á þessu. Var þetta ekki Stone sem maður rétt, sem að var hérna eiga við Holland? Nei, þetta var þetta ekki Andersson. Jú, Andersson, rétt. Mér fannst hann íkja þetta verulega. Mér fannst hann raun og verið spila á Holland og mér fannst Holland er stór og stæðlegur drengur, hann er réttur út hendurnar raun og verið og það virðist sem að hann íti við honum. Nú, í fyrstu sín myndi ég segja, já, þetta er brot og það er alveg hægt að færa rök fyrir því að þetta sé brot. En er þetta nægilega stórt og mikið til þess að dæmarinn verið markið af? Sko, þetta var risa ákvörðun og þeir voru búin að kýtast meira fyrir raun og veru áður en hann dettur. Klárlega. Og mér fannst hann íkjæta rosalega og fyrir mér átti ekki að taka þetta mark af. Ég ætla bara að viðurkenna, ég er á báðum áttum með það. Ok, það segir mér að þú sé pínu á minni línu. Já, sko, mér finnst þetta með hvernig Holland er með útréttar hendur á búk hans, það segir mér að þetta hafi verið snerting, en hvernig hann ýkti þetta, það fannst mér ekki verið nægilega gott og þess vegna hugsa með mér, þetta er full mikil leikaraskapur. Sko líka hvernig, sko, þegar dómari fer að skoða, hvernig, sko, þeir frista myndina, skilur. Algjörlega. Og enn aftur, þarna ertu komin að punkt, Trausti, sem að snýst það, hvaða ramma á að sýna dómara? Það á að sýna atvikið í ansi lengra tímarúmi. Ok, ef það svo sé, þá þurfa að vera með sekundifjölda sem á að vera fyrir atvik og eftir atvik. Það má vera alveg 4-5 sekundur fyrir og kringum atvikið og allt það. Ekki að frista myndina á versta stað, svo þess að sé alveg augljóst. Þeir vita ekki aðdragan. Nei, en er ekki bara tilfelli líka að það þarf að sýna raunhraða frá ýmsum sjónarhornum til þess að fá sem raunhæfustu myndin af þessu? Nákvæmlega, ég er það líka, sko. Ég er á því að það sé lykillinn að þessu, en ég ætla að leyfa mér að segja það að þetta verður réttu dómur innan gæsalappa. Já, ég hef ekki sinni gæsalappir þar þegar mér þetta var rangt.
fyrir hennar leik þá fannst mér sorglegt að Noregi lenda á móti Englandi því ég held með báðum þessum liðum. Nú mér fannst Norsar búin að vera frábæra á mótinu, mér fannst þeir búin að vera með bara lift upp skemmtana gildinu opaslega mikið, hann átti opaslega meðbyr með Noregi og Holland að stækka sína mynd alveg verulega. Mér fannst þessi leikur æðislegur, mjög svo skemmtilegur. Ég á því að þetta hafa verið allt á snemma á mótinu að þessi liði skyldu mætast. Sorry. Já. Það en sko aðstæðurnar á vellinum voru ekki að hjálpa leikmönnum, sko. Þetta var rosalegu hiti hana og svakalegu raki, maður sá það á Norðmönnum, sko. Það var framlengt og sérstaklega í framlengingunni það voru Norðmenn bara, þeir voru búnir með alla dropa, sko. Já, ég meina það var 32-30 stiga hiti. Bara rosalegt. Loftræki og svo sá ég var að skoða tölur á hvað feels like, hvað heitir það bara Já, íslensku? segðu bara feels like, já. 40 stiga hiti inn á vellinum. Já, og ertu hlaupandi þar í 90 mínútur? Nákvæmlega, tala um 120 mínútur. Já. Þannig að, jú, þetta var alveg ofboðslega erfitt og maður sá það. Veist, það var að fara að draga að leikmönnum allir verulega, menn þurfti að hafa mikið fyrir þessu. Nú, þarna fannst mér réttlætanlegt að vera með þessar vatnspásur og menn eru farnir að þekkja þessar vatnspásur, þar að segja menn eru farnir að kæla sig, nota kælipoka, kælibelti raun og veru líka. Já. Ég fannst þetta sorglegt að Noreg skildi dett út. En annarkvort liðið náttúrulega þurfti að dett út. Bellingham skorar mjög snemma í framlengingunni, hann gerir 2 mörk í þessu leik sem sé og það ekki meira skorað í þessu leik. Englendingar vinna þetta 1-2 og jú, eins og þess að annar liðið náttúrulega varð að vinna. Þannig þetta en þarna voru mjög stóra dómara ákvarðanir sem að litu dagsins ljós í þessum leik. Ég heldur betur. Þá skulum við færa okkur í seinasta leikin. Í þessum hvað segir maður á þessu HM. Já. Í 8 liða úrslitunum það var Argentína og Sviss og þarna voru líka, Kristján, mjög stórar dómara ákvarðanir í þessum leik. Ég heldur betur. En þetta byrjar nú þannig að Mark Allister, hann skora fyrir Argentínu á 10. mínútu og úr horni meira sér. Skallaboltinn í netin, en Svisslendingar þeir jafna á 67. Bara flott mark og það leikur við, maður svona sá Argentínu, menn þeir byggust bara ekki sinni við þessu, sko. En svo kemur atvik í þessum leik á 72. mínútu. Þegar að það hann Perdas, segi ég það ekki, leikmaður Argentínu, hann upphaflega dæmdur brotlegur og fær gult spjald. Já, Paredes, já. Hann sendur í skjáinn og í staðinn fær Embolo seinna gula spjaldi fyrir leikaraskap og þar ekki rautt. Farðu nú yfir þetta með mér, þetta atvik. Sko þarna náttúrulega bara 2 leikmenn að takast á og en síðan gerist þetta atvik og við fyrstu sýn þá eins og það sé vera að fella eða brjóta á leikmenn Argentínu. Nú svo þegar atvikið Sviss. Fyrir ekki Sviss. Já. Svo þegar það skoða betur að þá það þannig að eins og hann Embolo hreinlega leiki og hann lék þetta. Já, og skuttleið sér niður. Nú reglugerðin þar verulega skýr og það
litið mjög hart á það og raun og veru það sem hann gerir raun og veru grafa sínu gröf þarna. Og ég allavega á því að þegar menn eru komin á þennan stað að vera að leika og reyna að gera upp brot á aðra og reynilega að reyna að blekkja dómara, að þá verður að refsa því. Og já, en ég veit ekki, hvað fannst þér? Erum við að tala um það að þetta var einum of? Þetta náttúrulega bara gjörbreytir leiknum og mín bara fyrsta spurning, eins og í þessu tilfelli, dómari sér þetta, Já, hann spjaldar Argentínumannin og leikur náfara að halda áfram þegar VAR grípur þannig inn í. Þetta er bara miðji velli. Má VAR grípa þarna svona inn í? já, á HM. Það öðruvísi á HM heldur en hefur verið til dæmis í ensku úrvalsdeildinni, að miðvelli má grípa inn í ef það sé augljóst. Clear and obvious eins og þeir segja. Og VAR greip inn í að þetta var augljós leikaraskapur. Já, þetta var það, en já, hann sett spjaldar hann og þá lendar svislendingar manni færri. Það er framlengt og Argentínumenn skora 2 mörk í framlengingunni og þar eru ekki Argentínumenn komnir áfram. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að ég ætla að setja svona aðeins væglega, samt innan gæsalappa, sem að verið að hjálpa Argentínumönnum. Já, ok. Nei, það þessi leikur, Egyptaleikurinn og fleiri. Og fleiri leikir á þessu HM. Ég bað þig að taka saman þessi atvik fyrir mig sem Argentína að fá gefins frá dómurum. Bara taktu boltan. Já, nú ef við byrjum bara, tökum bara sem dæmi, fyrsti leikur Argentínu á móti Alsír. Það var svolítið svona, það var atvik sem mér fannst að gefa tóninn gagnvart Argentínu á þessu móti. Það er að segja, Messi fór í tæklingu þar sem hann lendi með takkan á undan og fyrir beint á kálfan eða hásina á alsíska fyrirliðanum Aissa Mandi. Nú, það vildi margir meina að þetta hefði verið rautt og einhverju vegna var þetta ekki einu sinni gult. Þetta var ekki einu sinni skoðað. En þegar við ætlum að skoða síðan annað atvik á þessu móti, samanber, Balogun atvikið, það var beint rautt fyrir háskalega framkomu, en þar var þessi dómari gaf hins vegar ekkert en VAR greip inn í, skilur við. En í Alsíringar í þessu tilfelli sendu strax inn formlega kvörtun málið, en FIFA lét málið falla niður. Og þetta vilja menn meina að sé vegna þess að þetta var Argentína, nummer 1, nummer 2, vegna þess að þetta var Messi. Því að ef að þetta sé beint rautt spjald, þá var þetta 3 leikja bann, alltaf 3 leikja bann. Nú, þetta er opnunar leikurinn sem við erum að tala um. Nú, ef við farum okkur síðan bara í 32 leikja úrslit gegn Grænhöfðaeyjum, þar sem að, ok, getum við sagt það að leið Argentínu hafi verið auðveldar heldur en önnur lið? Já, mér finnst það. Já. Örugglega fleirum. Já, einhverju vegna gengur þetta þannig í gegn að þeir enda síðan að spila á móti Grænhöfðaeyjum. Niðurinn töflunar sýndi hins vegar alltaf það að það væri nánast litla sem enga líkur að það myndi verða. Er við að tala um það að FIFA að vinna eftir ákveðnum þáttum hjá sér til þess að fá sem mesta sýn á leikina, fá ákveðin lið áfram og ýtir undir að þau lið komist áfram, og þá eru að tala um Argentínu,
Frakkland, England, þessi stóru lið, Spánn og allt þetta. Mhm. Nú, ef við ætlum að tala síðan bara í 16 úrslitum á móti Egyptum. Nú, við erum að tala til eins og Egyptin, Mustafa Sigo, hann skoraði stórglæsilegt mark Sem átti sem alltaf að hefði standa. komið Egyptum í 3-1. Nú, franski dómarinn, François Letessier, hann dæmdi markið hins vegar af eftir VAR. Og hver var ástæðan? Egyptin Marwani Ati hafði átt að stíga ofan á fótinn og Lisandro Martínez. Hinum en á vellinum, löngu sko. áður en sóknin endaði með marki. Ég veit ekki, mér finnst það vera svo mikið ójafnvægi eða ósamkvæmi í Og þessu. í þessum sama leik var brotið og Sala inn í teig. Akkurat. Argentínumenn fengur hraðasókn út Já. úr því og skoruðu. Já. Og það var ekki skoðað í VAR. Og þar dómarinn dæmdi ekkert, VAR neitaði að skoða atvikið og Egyptar voru að sjálfsögðu brjálæðir eftir leik og sendu formlega kvörtun og kröfðu þess að dómarahópurinn yrði bara rekinn á mótinu og vildu meina það að FIFA væri að vinna eftir því að afhenda Argentínumönnum bikarinn. Það sem er náttúrulega bara, veist, við getum talað það að FIFA vendar stjórnana Messi sleppur rauðspjald. Þeir fá heppilega skipulega andstæðinga, hvernig það er. Nú, það sem við getum sagt að VAR völdin bakkaði þá upp með flóknustu tæknipælingum mótsins gegn Egyptum. Við erum ekki að tala eitt atvik, við erum að tala mörg atvik sem að raun og veru snúa að því að eru með Argentínumenn, vill ég meina. Nú, það sem er athyglisvert í þessu það bara FIFA virkilega að reyna að hjálpa Argentínu. Þetta stórtengsla samband við stórliðin sem að ýti þeim áfram, þar sem að dómar þor ekki að taka stórar ákvarðanir gegn stóruliðunum. Erum við að tala það að það sé hreinlega með beinum hætti vera að vinna með ákvörðunum sem þýðir það vera að vinna gegn öðrum liðum. Er FIFA eru þeir orðnir svo rottnir inn að beini að við getum ekki lengur hort á þetta mót og hugsa með okkur hver einasti leikur fer fram á heiðarlegan máta og allir koma jafnir að borði í gegnum leiki og fá jafna dómgæslu og jafna umgjörð. Það er allir nefna eitt. Sem dæmi varðandi leikjadaskrá og ferðalög, þá fengu Argentínumenn auðveldustu leikjadaskrána, auðveldustu ferðalögin, það er að segja andstæðingar Argentínu, að því að á HM þeir raða niður hvar þú átt að vera á milli leikja. Argentínumenn þurftu að ferðast styðst. Andstæðingar Argentínumenna þurftu ávallt að fara yfir tímabelti til þess að komast á leikina síðan. Þetta hefur ofboðslega mikil áhrif á þína klukku sem bara manneskja og hvað þá sem íþróttamaður og ég vil meina það. Ef við skoðum bara Sviss og Egyptaland, þá þurftu þau svo sannarlega ferðast mikið meira heldur en Argentína. Ég vil gagnrýna FIFA klárlega fyrir þetta og mér finnst það ekki eins og liðin séu sett á þann stað þessu jöfn fyrir kick-off. Ég bara algjörlega sammála þessari yfirferðinni og fyrst að tala FIFA svo náttúrulega þessi stór ákvörðun með Balogun. Ja, algjörlega. Sem að bara flest allir að tala þetta hafi verið bara spilling en þar náttúrulega pínu kannski réttlæti sigra að lokum, kannski þorðu þeir ekki annað en að leifu belgur með vinna stórt bara og nei, segir svona.
en sko FIFA hefur ekki verið að hjálpa sjálfum sér í þessu móti. Nei, Bara þótt síður sé. Og veist, bara þessi smá upptalning hjá þér býr til alveg fullt af spurningum sem að við náttúrulega, ég og þú, við dútanir, við fáum ekki svör við þessu sko. nei, en það sem í þessu líka, Trausti, að ég ætla að finna ég var búinn að taka það saman lið sem að fá spjöld fyrir brot og allt þetta, það áberandi að Argentína lang lægst þar, fá fæstu brotin dæmd á sig, fæstu spjöldin á sig og líka það sem í þessu að þegar kemur þegar var að skoða eitthvað, þá það áberandi langminnst gegn Argentínu. Já. Þannig að þetta ekki bara dómar á vellinum, þetta ekki bara línuverðir, þetta ekki bara dómara tríóði sem slíkt, heldur eru líka að tala varherbyggi. Vá. En það sko Argentínumenn, þeir fá hvað ég að segja, loksins stórt lið næst sem við rennum yfir eftir. Ekki ljótt að segja það, en ekki loksins stóra raun, ég veit það ekki. En það komið að 4 liða úrslitunum og við ætlum bara að kíkja yfir það núna. Og á þriðjudaginn, klukkan 19, mæta, þetta bara streyla úrslita leikur líka við, sko. Frakkland Spánn. Á FIFA-lista eru Spánverjar í öðru sæti og Frakkar í þriðja. Sko franska liði manni hefur stundum fundist eins og frakka liðið sé ekki búið að gíra upp í alla gíra ennþá á þessu móti, samt eins og við fórum yfir á hann, þá ekkert sem við gátum fundið að leik frakka. Þetta svona eina liði sem að kemst beint í 4. liða úrslitin án þess að sé eitthvað svona bögg í gangi líka við, sko. Já, en svo komið svona ákveðið, ég segja byrjunarnisti af sálfræðistríði. Jamal sagði strax eftir síðasta leik þeirra, þá fór hann að tala það að frakkar mættu óttast okkur og ættu að óttast okkur. Við erum að tala það að bæði þessi lið eru búin að vera ágætt. Ég vil þó meina það að frakkar séu búin að vera betri, allir búin að spila betur á þessu móti hingað til. En hafa þó sýnt veikleika. Mér finnst Spánverjar búin að vera ekki eins og komnir í gang, sko. En eru þó konið þetta... Sko, Spánverjar Jamal inni ennþá, sko. Já, algjörlega. En þetta fyrsta stóra mótið hans og við getum að tala það að ég kannski ætti bara að spyrja þig. Hann búin að standa undir nafni? Nei. Ég bara svaraði strax. Já, ég sammála þér. Hann búin að vera ágætur en ekki meira en það. Já. Þannig að sjálfsög gerð krafa til svona manna, það bara gert, bara eins og Holland og Mbappe og Messi og þessi stóru nöfn, Courtois skilur, gerða kröfur og flest þessi nöfn hafa staðið undir kröfunum, sko. Þó þannig væri. Og væntingunum, en Jamal, hann náttúrulega bara, hann ungur, en já, Spánverjar bara á spurning, hvort ná eitthvað að hrista aðeins til. En klukkan 19 eins og ég segi á þriðjudaginn, frakkar Spánn. Nú þarftu að spá. Bara mín tilfinningu svo að þetta verði hörkuleikur, hann verður opnari heldur en margt annað, þannig ég ætla að segja þetta verði markaleikur, ég ætla að segja þetta verði 2-2 eftir venjulegan leiktíma. Eða framlíkingu og þetta endar í vítaspyrnukeppni. Spennandi. Já, og hver fer áfram þar? Ef ekki segja bara Spánn. Já. Ok. Ég ætla að fara hinna leiðina. Frakkar vinna þetta bara í venjulegum leiktíma allavega 2-1.
Ef það verður jafntefli og framlengt þá klára Frakkanir þetta þar. Samkvæmt veðurspánni á að vera rigning og 29 stiga hiti í Texas. Frábært, æðislegar aðstæður. Já, Þannig að hafa þetta. það er spurning hvort að það er ekki komið í spánni allan að verður þrumur og eldingar en hérna Það er allan verra. að það er verra. Það er verra. En þetta er bara eins og íslengu tíma, þetta er bara 98 og 60 klukkutíma, það er allt í lagi. Það gerir ekki til. En þú spáði Spánverjunum í úrslitaleikin og ég sendi Frakkana þangað. Já, Þá er það hinleikurinn sem hefst á miðvikudeginum. Klukkan 19 þar mætist England, Argentína. Argentína er númer 1 á FIFA-listanum en England númer 4. Og ef þú spáir í því, það er svo að fara yfir á þann, já. við erum með lönd á FIFA-lista númer 1, númer 2, númer 3 og númer 4 í 4. liðúrslitum. Sem er magnað. Já. Ha. Sko, já. En ég var nú að tala áðan um hérna, á hvaða lið er að hagnast mest á VAR og öllu þessu og hérna samanber, þá var það þannig að hérna fyrir hver sem sagt hérna 7 brot sem að England fremur eða þá fá þeir guldspjald. Fyrir hver 22 brot sem að Argentína fremur fá þeir guldspjald. Wow. Nákvæmlega. Þetta er munurinn. Þannig að ég held að þetta verði erfitt fyrir Englendinga að eiga við þetta, því að það er enginn að segja mér annað að það verður breyting á þessu í þessum leik. En, Ok, þetta er fyrsti stóri alvöru leikur raun og veru sem Argentína er virkilega að mæta stóru liði á þessu sviði. Ég er ekki að gera lítur í hinnum löndunum og sjálfsögðu ekki en að þessu HM þarna er þeir loksins að mæta einhverju stórveldi í fótbolta. En getur ekki sagt það sama bara um England? Já, er það? Ég veit það ekki. Þú segir. Já, ég meina, England-Noreg var náttúrulega risastóri, náttúrulega Noreg er kannski náttúrulega komið óvænt. Já. Englendingar, Mexiko, heimavelli. Já, sammála þar. Það var risastórt. Já. Erfur öllur fyrir Englendinga. Já. En þetta er leikur sem að mun allavega, vill ég meina, taka svolítið á sálartetur leikmanna og menn þurfa að vera yfirvera rólegir. Það kemur að þessum leik. Ég held að muni vera þannig að Englendingar muni þurfa að halda svolítið í sér, þar að segja ekki kvarta of mikið. Já, það þarf að passa það að bara taka, þótt að þeim finnst dómarinn vera þótt að þeir sé ósáttir við dómaran, halda kjafti. Akkurat. Og reyna bara að spila sitt prógram. Já, en á sama tíma er það þannig að þeir að fara að eiga við Messi sem er búin að vera frábæra þessu móti, algjörlega, en þó mennskur. Við erum að tala um það að varnarlína Englendinga þarf að vera ofboðslega á tánum. Allan tíma, einustu sekundu. Og Pickford þarf að vera fyrir. Og Pickford þarf að eiga draumaleik sinn, algjörlega. Og það er alveg þannig. Ok, þú að lesa upp þetta, ef ekki að, eins og með Englendingana, með Bellingham búin að vera frábær, Kane líka, Gordon. Kane var rólegur í Noregi, fannst mér, að mörguleiti. Kane, já, hann var það. Já. En Bellingham er að vaksa með einhverjum einasta leik. Já. Og mér finnst Gordon bara að koma vel í núna þegar leiður meira á mótið, mér finnst hann ekki að vera í byrjun. Já. Maduke er búin að vera bara fít. Sveiflikendur, finnst mér. Já, samt, ég minna, þá er hægt að breyta til, en ég er bara að spá, ég meina, Argentínumenn, þeir þurfa líka að passa sig. Já, klárlega. Kane þarf bara eitt færi og Bellingham, hann viljast bara geta hlaupið í gegnum hvaða varnir sem er.
Sko, hann er bara að spila ótrúlega þegar hann er í essinu sínu, það er alveg þannig, en við erum að tala um sko gríðarlega sterka varnarlínu hjá Frökkum, ég meina eins og Romero Frökkum? Nei, hjá Argentinum, eins og Romero og Martínez. Já. Þetta eru algjörir naglar, sko. En Bellingham, sko, í essinu sínu, hann er á heimsmæli kvarða þegar það kemur. Já. Ég vil hins vegar meina það að þetta skiptir líka svolítið máli hvernig Rice kemur inn í þennan leik. Hann er búinn að vera að spila í gegnum sko sársauka þröskuldin sinn í gegnum hvern einasta leik á þessum móti. Hann er búinn að vera því kaldgreiði, sko. Og maður sér það, skilurðu. En þeir munu leggja allt undir þarna og en nú reynir á veist, hvernig Englendingar munu tækla það að eiga við Messi og þar mun mest reyna á O'Reilly og Mark Way. Að sjálfsögðu ég held að Stones verði þarna í við hliðina á Mark Way. Nú, ég er allavega á því að þetta verði hörkuleikur, ég held að hann klárist hins vegar á venjulegum leiktíma og ég sagði fyrir mót að England mun vinna þessa dollu og þarandi tel ég að England muni sigra. England sigrar þennan leik, Trausti, 2-1. Góðan daginn. Já, ég veit ég hvort ég þóra að segja það. En Myndu, Kane var rólegur í síðasta leik. Hann verður stórkostlegur þessu leik, sko. Ég bara, maður ekki orða þetta, ég ætla að orða þetta illa og þá býðst ég bara afsökunar á því, en ég bara með hvernig þetta er búið að vera hjá Argentínu, allt sem þú eru bara að fara yfir, þá vona ég að Englendingar vinni þennan leik bara upp á svona smá réttlætingu. Ok. Þetta maður hljóma illa og margir brjálæðir, en ég held, að Englandi, þetta verður markaleikur, Englendingar vinna þetta 3-2 í venjulegum leiktíma. Bellingham með 2 og Kane með 1. Þú sagði 3-2. Já. Æði. Þetta verður skemmtilegur. Þetta verður skemmtilegur, bara vonandi engar stórar dómarákvarðanir. Við getum ekkert útilokað neitt svoleiðis, en vonandi ekki. Við erum komin á þennan stað í keppninni. Þannig að þú segir úrslitaleikur England-Frakkland, ég sé úrslitaleikur England-Spánn. Vá. Sísabæsin. Við förum yfir þetta. Þetta verður stórkostlegt. En mér langar að, ég var að punkta hjá mig með þess að tala Stones. Hann er ekki inn í liði núna þannig. Nei, er hann ekki. Hann rann út á samningi. Hann er á milli. Hvert fer hann? Það er náttúrulega erfitt að segja akkurat núna og ég veit ekki, ég allavega vil meina það að þetta heimsmeistaramót er búin að vera ágætis gluggi fyrir hann, sko. Sko, hann var alveg orðað við endur komið til Everton. Já. Það eru engar slúðurfréttir verið það að hann sé að fara þangað eða nokkuð hann, kannski náttúrulega bara þegar hann er á þessu móti, hann er að spila og nú bara spyrir maður sig, það er alveg liðum sem að vanta menn í vörnina, sko. Já, ég meina hann er allar búin að sko, þegar hann fengið sér mínútu þá er hann búin að standa sér ágætlega. Já, hann er náttúrulega, hann er 32 ára. Okay, já. Það er ekki rosalegt í fótboltaheiminum í dag. Ekki nútíma fótbolta. Nei, bara langat bara koma með þér og var að vona til þess að þú kæmi með einhver skemmtileg svör að slúður, en það tókst að sjálfsögðu ekki. Það kom ekkert frá honum Kristjánu með það. Já. Hörðu, kringum þetta háum, nú er ég með spurningatíðin sem ég langar til að fá þig til að svara. Ég bjó til spurningar á þig. Ok. Ertu tilbúin? Fyrsta spurning, og þetta er trúlega stærsta spurningin. Já. Er Holland
hann orðin stærri en Manchester City, náttúrulega í ljósins náttúrulega nú Pep farinn, Haaland orðin of stór fyrir Manchester City? Veist, ég alls ekki hrifinn að þessu of stór fyrir einhvern klubbi að þannig. Ég meina, Menn tala þú ert ekki stærri en klubburinn en við erum að horfa á Haaland. Já, við erum mjög að tala Haaland. Vá, þetta hrikaleg spurning, þú veist. Ég allavega á því að hann á góðum stað, hann vel launaður. Hann stærsta nafnið þarna. Það ekki lengur stóra nafnið hjá stjórunum, Guardiola á staðnum. Mér finnst hann búin að vera í að því að hann gæti alveg hugsað sér að fara til Spánar, í að því. Mér finnst hann vera að mörgu leyti að nálgast að vera það stór að hann, já, ekki segja. Hann stór, sko. Þetta að nálgast að vera stærra heldur en. Já, hann náttúrulega nokkuð löngu samning. En já, ef við bara, það Real Madrid umræðan byrjuð. Já. Mér finnst ekki skrítið ef Real Madrid myndur að fá hann, en hann á löngu samning, hann á stóru launapakka og það mun alveg kosta rosalega mikið fyrir Real að reyna að fá hann. Algjörlega, klárlega. En Real þeir fara bara, þurfi ekki svona labbi bankan, sko. Nei. Oftast það þannig, þeir sem Real vilja fá, þeir fá þá. Það nákvæmlega þannig. Herðu, næsta spurning. Já, sem sagt, belgar þurft að taka Courtois út af og bara stóra spurning, skemmdi Lamens partíð fyrir belgum? Nei, en aftur ég ætla bara að segja það sama áðan, mér finnst það ósanngjarnt að segja það. Já. Mér finnst Lamens ekkert frábær, skiluru, en ég vill ekki kenna honum þetta. Ég vil eins og meina það að þessi skór sem hann átti að fylla voru ansi stórir og við vitum alveg hvernig sagan þar gagnvart Courtois. En hann mun vaksa. Og hann klárlega maður númer 2 þarna inn og eins og ég sagði áðan, hugsanlega þetta síðasti landsleikur Courtois og Lamens mun vaksa með hverjum leik sem hann fær að spila fyrir land og þjóð og ég á því að hann eftir að vera betur og betri. Já, þetta var náttúrulega svakalega skóra fylla, sko, eða hanskara fylla upp í, sko. En ég hins að til hann sé ekki á þeim stað að hann sé bara að ná sem hæðum og gæðum eins og Courtois. Nei. Hann það ekki. Herðu, og loka spurningin til þín, eins og staðin núna HM, hver búin að vera maður mótsins? Haaland allan daginn, ég held það. Hann búin að vera... Ef við tala bara svona, veist, hvaða leikmaður búin að sjarmera, við getum notað það orðalag, þá vil ég meina það sé hann. Hvaða leikmaður búin að standa sig í leikjunum, það Haaland heilt yfir. Hvaða leikmaður búin að vera í raun og veru drífandi fyrir land og þjóð, þá það Haaland aftur. Ég til engan leikmann sem þarna nákvæmlega, sérstaklega ljósi þess að þetta vera með stórum nöfnum hlýðin á sér. Bara Haaland, hann sást ekki gegn Englending. Nei, þetta var hans versti leikur, en það hann búin að spila mjög Hann tekin út af framlengingunni. Já, en á sama tíma þannig að þetta norska lið ofboðslega gott og við sjálfur sér. Þetta ungt lið, það ótrúlega bjart bara hjá Noregi. Algjörlega. Hjá mér maður mótsins að Kylian Mbappé. Mér finnst hann bara búin að vera sturlaði með frökkum. Hann býr til, hann skorar, hann leggur upp. Og þetta ekki hroka Mbappé sem að maður þekkti. Hann hún liðsmaður. Það allt annar en Kylian Mbappé maður þekkja og ég ég glaður með þennan Kylian Mbappé og vonandi bara heldur hann áfram að vera svona. Já, fyrir mér eins og staðinu núna það Mbappé, hjá mér.
Þetta voru stóru spurningarnar á Kristján, en loka spurning. Er FIFA á hættulegum stað núna? Í ljósi allt sem þú varst yfir og sem búið að ganga á. Vá. Veistu það, ég held að sé bara ákveðin tímamót sem að FIFA fara að gangi í gegnum og náttúrulega með allir þessi tækni sem í gangi þá eru hlutir meira svona nær yfirborðinu og við erum að tala um það að kröfurnar orðnar ofboðslega miklar og þegar maður getur fært fram rök fyrir því að hlutin sé hallandi á eitt liði eða áberandi með einu liði, þá þetta svolítið skýrt, finnst manni. Ég vil meina það að Gianni Infantino sé að fara að gangi í gegnum mjög erfiða hluti sem forseti sambandsins. Ég á því að þetta sé það mót sem að kallar eftir öðruvísi vinnuaðferðum gagnvart bara ferlinu gagnvart svona móti. Og ég á því að FIFA á gríðarlega stórum tímamótum. Þú vilt ekki svara spurningu með hvort þið séu á hættulegum stað eða ekki? Ég skal bara segja það, þeir eru á verulega hættulegum stað. Annarkvort farar 100% alla leið í spillinguna og verða ógeðstir gagnvart því eða að það verður tekið af þessu. Þegar við fórum að yfir, bara þegar maður tala um þetta, ég glemd að minnast á eitt stórt atriði og vorum að tala um FIFA og allt þetta með að leyfa leikmennunum að spila af allt það. Veistu hvar núna eru höfuðstöðvar FIFA í Bandaríkjunum? Ég man það ekki, komdu með það? Já, ok, frábært. Bara til að klára þetta? Já. Ok. Heyrðu, ok. Við erum búin að renna núna yfir þetta FIFA, en nú komið að áhugaverðalið frá honum Kristjáni. Það tölfræði vítaspyrna á HM og bara Kristján, þú bara útskýrir þetta, bara taktu boltan, Kristján. Ég býð spenntur, ég ekki búin að heyra þetta. Það viljandi. Þegar í þessu podcasti þá viljum við koma alltaf hvort öðrum og óvart. Já. Hanna Kristján, taktu boltan. Þakka þér fyrir. Sko þetta er náttúrulega bara þannig að síðan 66 þegar Englendingar unnu síðast þá það að koma í ljós að þetta versti árangur gagnvart vítaspyrnum á HM bara í 60 ára, eins og ég segi. Og af hverju það? Nú, við erum búin að vera gagnrýna það, hvernig menn að taka vídeó og með þessu valhoppi, hikhlaupi, hvernig ég kalla þetta stutter runs á ensku, og versus það hvernig þú tekur venjulega vídeó, búin að vera að æfa því allt þitt líf frá þú varst smápolli, þá þú ert fullorðinn maður, en af hverju eru menn að taka þessar ákvarðanir á svona mikilvægum punktum hreint og satt ótrúlegt. Nú, þegar maður skoðar tölfræðina gagnvart þessu öllu saman, að þá það þannig að heildarnýting á mótinu aðeins 65%. 21 víti hafa misfarist af 60. Það rosalegt sem gerir það. Það þetta hátt. Það gríðarlega hátt. Í ljósi þess, undir venjulegum kringumstæðum erum við að tala um það að vítahlutfall 75 til 80, rúmlega 80% sem það virkar. Og alltaf 90% nýting. Nú, það verið að tala um þessi hlaup. Af hverju eru menn að taka þessi hlaup? Nú, við getum tala um til dæmis eins og bara þegar Messi lét verja frá sér í sínu síðasta víti, þar sem að markmaður bara beið og svo bara greip hann boltan og þetta var alveg einhvern veginn svona skondið atvik fannst mér. Messi setti náttúrulega metar, það sem að fyrsti leikmaðurinn sögum til þess að klúra 2 vítaspyrnum á sama móti. Við erum að tala um það
Nú ætlum ég bara að fara smá í svona í tölfræðinni í þessu. Venjulegt hreint hlaup af 28 spyrnum eru skoruð 25 mörk, klikkað 3. Stötturhlaup eða það sem þessi Valhoppið. Já, 22 spyrnur eru teknað þannig, 14 skoruð, 8 klikkuð. Og ef við ætlum að færa þetta bara til þess að svona aðeins að skilja og skipta hvernig hlutinni í þessu. Þegar leikmenn hlaupa ákveðið, ef að segja fasta boltanum með þeim aðferðum sem að þeir hafa æft sig í allt sitt líf, þá nýtingin alltaf 90%. Já. En þegar þeir reyna að hika eða plata markmann með þessum valhoppi sínu, þá dettur það niður í 64%. Og ég búinn að spyrja áður, af hverju eru menn að gera þetta? Af hverju eru menn, sérstaklega svona stóru móti, þar sem allt lagt undir, að þjálfarar sætti sig við það að leikmenn sé að gera þetta, það mest að galið. En leikmenn eru að bíða, þar að segja markmenn að bíða eftir hvernig leikmenn eru að hlaupa að boltanum. Markmenn eru átt að sjá þessu. Já, markmenn eru búin að læra þetta. Akkurat. Já. Það voru af þessum 60 vídeum sem voru dæmd í opnuleik skoruður 14 skilurðu og hlutfallið í þessu það að heildarnýting mótsins aðeins 65%, 35% allra víta hafa misfærist. Það galið. Það stór prósenta. Í opnum leik nýtingin 70% en 30% klúður í opnum leik. Það segja ekki vítaspyrnu keppninni. Já. Nú þegar kemur að shootouts eða vítaspyrnu keppninni, þá nýtingin 62,5% og klúðrið 37,5%. Og hvað voru að tala um þarna? Þarna voru að tala um allt. Þetta þín spyrna. Þú færð ekki annað tækifæri. Þetta galið að menn skulu vera ennþá daginn í dag að taka þessi ömurlegu valhopp sem að garanterað samkvæmt allri tölfræði og við erum bara einhverju podcastarar frá Íslandi að menn skulu ekki sjá þetta og þessi liður öll með tölfræði í gegnum allt sitt. Já. Að við skulu ekki vera með þjálfaran sem segir þú tekur ekki valhopp, þú skal taka búin að gera allt þitt freaking líf. Þetta galið. Ef þú tekur valhopp þá tekur ekki víti aftur. Nákvæmlega. Já. Og þegar við færum vítin yfir í deildir að þá venjulegt hlaup með 89% nýtingu en valhoppið að klikka. Já. Já, menn að vera að hætta þessu valhopp. Þá það 64% nýting. Já, þá 64, já. Það aldrei rosalega munur. Það bara, þetta sturlað. En menn skulu ekki sjá að þetta reyndar ótrúlega furðulegt. Þetta bara, veist, hvað erum við að tala um? Þetta sálfræðistríð leikmanns við markmanns? Þetta virkaði einu sinni. Markmenn fóru bara skuttlu sér í eitthvað hot og markurinn, og sóknarmaðurinn rendi bara boltanum í hittotnið. Markmenn, eins og þú sagðir, þeir fannar að lesa þetta. Þeir kunna þetta og þeir bara bíða. En það sem í þessu Trausti það að vítaskytturnar að búa til rússneska rúllettu fyrir sjálfan sig með því að taka valhopp og þeir skapa sér þetta sjálfur. Þetta stór galið, ég bara á ekki til orði við því hvað þessi hluti leiksins sem búin að vera svo örugur samkvæmt tölfræði í gegnum 20 ára að þetta sé málið í dag. Að því einhver var cool og skoraði svona mark. Einhver tímann. Cool, við vitum að tískur þeir fara í bylgjum, sko. Nei, þetta bara galið, Trausti. Já, ég sammála þér. Bara takk fyrir þetta, Kristján. Það var skemmtileg yfirferð og gaman að sjá þetta. Við hefðum þurft að vera orðið miklu stóru og geta sett svona prósentunar inn í myndina og annað. Við náttúrulega erum ekki með þá tækni en já. Já, ef einhver vill sem sagt borga okkur
þá munum við borga einhverju sem fari yfir allt svona. Ok. Já, og setja tölfræði upp, sko. Herðu, á ég rennaði við slúður. Gerðu það, vinnur. Slúðrið það er sagt að Manchester United og Liverpool hafa bæði sett sér í samband við Joe Gomez, 25 ára leikmann Wolves, eftir að félagaskipti hans til Atletico Madrid duttu upp fyrir. Þannig að, já, þetta er áhugavert. Já. Spurning hvað gerist þar. Nú, Chelsea hefur opnað viðræður við umboðsmenn enska vængmannsins Jonathan Rowe, 23 ára sem er að mála hjá Bologna á Ítalíu. Hann geti komið í staði fyrir Alessandro Garnacho sem er á förum. Ég ætla að segja, já, hvaða hægt að skjóta eitthvað og ítalska leikmenn enska boltanum, ég hvað að stoppa þar bara. Garnacho er argentinskur? Já, nei, við erum bara að sjá ítalska leikmenn, alveg stundum ekki alveg virkað. Já, en þá sko, Sala, það talið að MSL-liðið Kansas City ætla að reyna að fá Sala. Hvað ættan, sko? Sko, það talið að lið í Saudi er að hætta, allan þessu staðinu núna vilja ekki taka Sala til sín af því að launakröfur hans eru svo gríðarlegar. Þetta er bara galið. Þú veist að liði Saudi. Já, það er ekki möguleika að fara þá til Kansas City af öllum liðum. Ekki með svona launakröfur. Nei, ekki möguleiki. Þannig að já, maður spyr sig en ferið til Bandaríkjanna, ef hann lækkar launakröfunar, þá er alveg möguleiki að þau, sko. Já, ef kröfunar lækkar þar, en hugsaðu, ef Saudi... Ég held að þetta Saudi sé ekki búið, en svo er náttúrulega Tyrkland. En hvað voru, þetta er gaman að vita hvað voru alvöru launatölunarnas háar fyrst að Saudi gugnuðu, sko. Þetta er sérstakt, en ég held að sé eitthvað meira á bakvið heldur en bara þetta, trösti. Ég held að það sé nokkuð ljóst að Sátarnir eru að horfa eitthvað annað, vilja meina það hann sé ekki lengur þess virði. Nei, og maður veit ekki tölunar. Nei. Hörðu, það eru fjölmörg félög og Englandi er að skoða norska landsliðsmanninn Patrik Berg, 24 ára, eftir bara framistöðu hans á heimsmeistaramótinu og svo satt að Coventry og West Ham eru með þeirra sem hafa mikinn áhuga á honum. Það er spennandi að fá hann. Já. Í ensku úrvalsdeildina. Nú, Everton vilja fá Jakob Murphy sem er 31 árs frá Newcastle United, en hann á 1 ár eftir að samningi sínu við félagið. Það er enn eitt maður en að fara frá Newcastle. Enn eitt frá Newcastle og með 31 árs, 1 ár eftir samningi, það er, ég veist líklegt að Everton borgi ekki rosalega fyrir hann. Nei, það verður klínt. En sko, Newcastle eru búin að fá núna fullt af peningum, búin að selja rosalega mikið frá sér. Nú þurfa að vanda þetta og hvað ætlar að kaupa? Já, ég held að Newcastle sé bara í djúpum skít. Já, miðað við hvernig eins og við segjum, sko, það eru margir að fara frá þeim, en svo þurfum líka að horfa til þess að þetta er komið svo holskefla núna undanfarið að leikmenn sé að fara. Þeir eru fara fullt í það núna að reyna að ná sér leikmenn, en það er ákveðin hlutur hvert Newcastle sem er erfiður, það er að segja borgin er ekkit frábær, borgin er ekkit heillandi og það eru margir leikmenn sem horfa á það. Þú þarft ákveðin karakter til þess að vera þarna, þú þarft ákveðin vilja til þess að vera þarna og það er hlutur sem að hendur ekkert öllum. Nei, en Newcastle mun finna menn, þetta er bara spurningum hverju það verða og í hvaða gæðaflokki. Já, það er risastór spurning. Já. Risastór, eins og ég segi, ég held að Newcastle sé í djúpum skít. Hljóma svolítið þannig. Algjörlega. Og svo svona bara upp á mikla vangaveltur að verið samt í Vinicius Junior, Real Madrid hefur bókað fund með honum til að reyna að ganga frá framlengingu á samningjans þrátt fyrir fregnir að félagið sé að íhuga að selja þennan brasilíska sóknarmann. Og hvað ættu þó að borga fyrir Vinicius Junior? Já,
Það erfitt að segja í nútíma heimi þar sem að allt undir 100 milljónum kling. Já, Þetta lítur 150 plús, ég veit það ekki. ég myndi hugsa það sko. Já. Ég myndi hugsa það. Það er einhverjar stjarnfræðilegar upphæðir sem að trúlega engin mun borga fyrir. Já, herðu, ég held að núna að dagskráin okkar sé bara tæmdið. Ert þú með eitthvað meira? Nei, í sjálfu sér ekki. Þú ert greinilega með eitthvað svona lítið, komdu bara með það. Já, ég var bara að velta fyrir mér, þetta er svo sem ekkert neitt, engin stór nöfni að þannig, þetta var bara það eru leikmenn eins og Mattias Súli sem er leikmaður Róma, hann er að reyna að komast í ensku úrvalsdeildina og það er Sunderland og Fulham sem að eru helst á blaði. Þetta var eina sem að þú átt eftir á mínum lista. Já. En einhvað síður, þetta er náttúrulega rétt að byrja núna. Núna mun gossipið hækka. Núna munu allir setja út alla sína tanga og reyna að grípa leikmenn. Menn eru búin að stimpla sín nokkrir, eins og þú nefndir Varati Berg sem að spila með Böddu Glimt í Noregi. Og ég held að þetta sé nákvæmlega málið. Við erum jú að tala að það eru margir góðir leikmenn sem eru búin að láta vita af sér. Heldur betur nefnilega og það er það sem að er svo gaman við þetta að maður sér oft stjörnur raun og veru svona fæðast. En það verður áhugavert eins og segja, gossipið, slúðrið, það fer að aukast bara HM, það endar næsta sunnudag eftir viku. Nákvæmlega. Þá fer náttúrulega held ég allt á stað. Þá fara leikmennin smá frí en þá fara öll liðin á stað til þess að reyna að fá sér leikmenn fyrir leiktíðina. Nákvæmlega. En Kristján minn, það er bara komið að þér. Það er ekkert annað, það er komið að því kæru vinir, endilega fylgja okkur, ítið á subscribe-takkan og deilið þættinum eins og vindurinn. Eins og vindurinn sagði maðurinn við strákarnir boltaðusum, þökkum kærlega fyrir okkur að sinni. Njóti leikjanna sem eftir eru á HM, lagið er komið í gang, þangað næst, verið sæl. Balta Hása podcast